nær og fjær. Það komið að bókarkynningu hér á Suðurfirði. Og hann Sveinn Snorri Sveinsson, sem gaf út yndislega bók í fyrra, sem heitir Sumar í september, sem sagt kominn hérna með nýja bók, sem heitir Ferðalag til Filippseyja og svona nokkuð svona framhald af þessari skáldaævisögu sem hann gaf út í fyrra. Og ætlar að lesa fyrir okkur úr henni hér í dag. Og við höfum það þannig að hann les grímur niður á svona 3 stöðum fyrst og þá kjölfarið á því að þá kemst mann færi til að spyrja og spjalla og svo lesa á 2 stöðum úr henni í kjölfarið áður en yfir lýkur með þetta. En bara, gjörðu svo vel, velkomin. Takk fyrir. Já, það sjálfsögðu getum við, er ég reiðubúinn að svara spurningum eftir seinni lesningunum líka. Og þessar myndir sem rúlla hérna á ásækið á skjánum eru sem sagt frá upphafi okkar sögu, minnar og kona minnar. Og fara samhliða byrjun sem sagt fyrri bókarinnar og alla leið þangað til á það tímabil endar sem sagt frá í seinni bókinu. Þannig að það gæti verið að það sé einhverja örfáa myndir sem sagt sem þið munum sjá á skjánum sem að ég les upp hérna frá í þessum upplestri. En ég ætla að kynna örlítið þessa frásögn áður en ég byrja að lesa upp, svo þið verði ekki alveg blögg þegar ég byrja, sko. Og þetta sem sagt saga mín og konu minnar, hennar Lornu. Og hvernig við kynntumst á internetinu árið 2012 og töluðum saman í 1 ár mestmegnis í tölvupóstum. Ég var svo tæknilega sinnaður að ég vissi ekki einu sinni að það væri hægt að spjalla saman inn á Facebook í spjallinu og við töluðum ekkert mynd eða neitt svoleiðis. Þetta voru bara svona tölvupóstar sem voru innblásnir af því sem við vorum að gera og því sem var að gerast á milli okkar tveggja. Og ég sem sagt ákveð að fara út í Dubai eftir 1 árs spjall á netinu og þarna ég að fara út í fyrsta sinn bara einn míns liðs á fullorðinsárum og á þarna 9 æðislega daga í Dubai með henni og sem að í minningunni hafa orðið bestu dagar lífsmins. Og hún kemur til Íslands sama ár, hálfu ári seinna. Við trúlofum okkur og það kemur í ljós að hún fædd inn í kirkju sem að hún má ekki giftast út fyrir. Og ég fæ þau svör frá Útlendingastofnun á Íslandi að hún muni aldrei fá dvalarleyfi á Íslandi nema við sem gift. Og ég verð svona logandi fegin að hafa beðið hennar áður en ég komst að þessu. Og ég lendi svona í ákveðnum ævintýrum þegar ég fer að kynnast kirkjunni sem að ég ákveð að ég verði að ganga í til þess að geta gifst Lornu. Og ferðast til Amsterdam og Parísar og svona í einhverjum ævintýrum og það gengur ekkert að fá skírn inn í kirkjuna. Þannig að við ákveðum að fara til Filippseyja, búa saman í Manila og ég reyna að fá skírn þar. Og þarna 6 mánaða reynslutímabil sem ég þarf að vera á til að sýna að mér sé alvara með því að ganga í kirkjuna. Og sagan byrjar reyndar ekki þar, heldur í fyrra ferðalagi okkar til Filippseyja og Dubai, en síðan seinni hlutinn alfarið, sem gerist alfarið á Filippseyjum árið 2015.
og þessi saga rakin í bókunum. Hún endar þegar ég fer frá Manila 2015 og síðan svona eftirmáli sem að segir frá á 2 blaðsíðum hvað gerist eftir það. En ég ætla bara að hefja lesturinn og setja myndarsýningunni í gang, það má nú ekki gleyma því. Og hún fer bara að rúlla hringinn, þessi myndarsýning. Og þið getið alveg eins spurt eitthvað tengt myndunum eins og því sem ég les. Það er ekki mikill munur þar á. Þannig að ég ætla að hefja lesturinn þar sem við Lorna erum komið til Filippseyja árið 2014. Við erum búin að koma okkur fyrir á hóteli og við erum að fara í listigarð í Manila. Eftir því sem við Lorna fjarlægjumst hótelið okkar og göngum áfram eftir gangstéttinni fækkar fólkinu. Á einum stað blasir við hræðileg sjón og dauðinn sjálfur birtist fyrir augum okkar þar sem nokkra manneskjur liggja eða hálf sitja einhvern veginn upp við vegg þar sem við göngum framhjá. Þetta allt gamalt fólk og þau virðast tæpast með meðvitund og varla hold á beinunum. Munnurinn á einni konunni hálf opinn og eina lífsmarkið höndin sem hún rétti fram til að betla. Það virðist óhugsandi að nálgast þessa beinagrindur og leggja eitthvað á mörkum. Svo undarlega sem það kann að sýnast, þá dettur mér ekki í hug að leggja neitt í holdlausan lófann. Það hefur mikil áhrif á mig að sjá þessar ógæfusömu sálir sem virðast komnar út fyrir það að verða hjálpað og það eins og alheimurinn bíði eftir því að þær gefi upp andan. Við höfum gengið í 20 mínútur. Ertu viss að við séum á réttri leið? Spyr ég Lornu. Já, segir Lorna, við erum alveg að verða komin. Nokkrum sekúndum síðar blasir garðurinn við okkur. Þetta gróðursæll staður. Sú staðreynd hversu auðvelt að rækta grænmeti og ávexti heima hjá sér á Filippseyjum fær vængi í huga mér. Seinna eigum við Lorna draum að búa í landi með álíka loftslagi, rækta okkar eigin matvæli og vera sjálfum okkur nóg. Tré vaxa allan garðinn svo langt sem ég sé og stígur liggur á milli trjánna. En þungamiðja garðsins einhvers konar tjörn með manngerðum hlutum sem ég átta mig ekki á. Við Lorna færum okkur nær tjörninni og sjáum að hún afar stór. Þetta allar eyjarnar, segir Lorna. Ha, segi ég, en átta mig strax. Allar 7000 eyjar Filippseyja, spyr ég brosandi, því að ég yfir mig hrifin af hugmyndinni. Já, elskan, segir Lorna eins og ekkert sé sjálfsæra. Við göngum yfir langa trébrú sem liggur alla tjörnina og virðum fyrir okkur hinar 7000 eyjar Filippseyja. Sumstaðar ekkert vatn og ég veit ekki af hverju. Það tekið að skyggja og ég reyni að taka myndir á meðan það hægt. Í garðinum stendur vökull varðmaður og gætir þjóðargessemanna. Þetta stytta af manninum sem oft kallaður fyrsta hetja Filippseyja. Öðru nafni Lapu Lapu. Ég tek myndir á styttunni og úr verða dökkar skuggamyndir af varðmanninum sem aldrei þreytist. Við Lorna rómantískir elskendur. Við leiðumst garðinn og njótum þess að vera til. Tónlist berst úr eyrum okkar úr fjarlægð
og við göngum á hljóðið. Mikill mannfjöldi hefur safnað saman við aðra minni tjörn og þar dansar vatnið undir háværi tónlist. Úti á tjörninni hefur verið komið fyrir þar til gefin búnaði og vatn sprautast út í loftið í margs konar sveigjum og bunum og í alls konar litum. Inn á milli springa litlir flugeldar og þetta skemmtilegt sjónarspil. Þetta minnir mig á ferðamannastaðinn sem við Lorna heimsóttum í Dubai, þar sem vatnið dansaði í aðeins stærri tjörn. Við stöldrum við í nokkra mínútur og höldum síðan áfram. Brátt berst tónlist aftur eyrum okkar, en í þetta sinn það kór. Við setjumst niður á þéttsetnum áhorfendaböllum og horfum á kórinn sem stendur á sviðinu í þjóðlegum búningum og syngur klassísk sönglög sem ég kannast vel við. Þetta eru allt Filippseyingar, en mig langar helst að heyra filippseyska tónlist. Strengjasveit situr í stólum sínum og bíður á meðan kórinn flytur lög sín. Strengjasveitina skipar fólk sem virðist allt af vestrænum uppruna. Við fylgjumst með í dágóða stund. Mér finnst þetta ekkert sérstaklega skemmtilegt, en ég veit ekki með Lornu. Við stöndum upp og göngum tilbaka á hótelið. Og hér grípum við niður í söguna þar sem við erum að leita afhundi í kaþólskri kirkju. Við erum tímanlega í því þegar við stoppum fyrir framan Malate kirkjuna og stígum út úr leigubílnum. Það glaðasólskin og hlýtt í veðri. Þetta eldgömul kaþólsk kirkja hlaðin úr gráum steini. Þarna stórt bílastæði fyrir kirkjugesti og við innkeysluna eru sölumenn á öllum aldri að selja hálsmenn úr hvítum blómum. Slík hálsmenn eru seld nálægt flestum kaþólskum kirkjum á Filippseyjum. Þau eru gerð úr þjóðarblómi Filippseyja. Það heitir Samba Gita og af því afar góður ilmur. Sagan segir að tveir elskendur til forna, Delfín og Rosita, hafi komið úr sitt hvoru hverfinu sem feður þeirra réðu yfir í ónefndri borg og hverfin hafi verið aðskilin með mikilli bambuskirðingu. Þau hittust á laun á ákveðnum stað við girðinguna. Einn dag þegar verið var að endurnýja girðinguna eins og alltaf var gert á 5 ára fresti, færðist hún til þannig að öðru hverfinu áskotnaðist meira land en þeir höfðu átt áður. Útbraust stríð vegna þessa og Delfín fórst í stríðinu. Stuttu fyrir andlátið bað hann að vera greftraður á staðnum við girðinguna þar sem hann og Rosita höfðu hist á laun. Nokkru seinna veiktist Rosita og dó. Hún bað pabba sinn að vera greftruð á sama stað og Delfín. Löngu seinna, þegar þessi 2 hverfi voru liðin undir lok, átti ákveðið fyrirbæri sér stað í maí á hverju ári þegar sá tími rennur upp að blóm í náttúru Filippseyja blómstra sem aldrei fyrr. Þá heyrði fólk hljómfagra kvenmannsrödd segja: Ég þín að eilífu. Og þegar betur var að gáð, komst fólk að því að röddin kom frá gröf Delfíns og Rosítu. Á gröfinu óx blómið sem var gefið nafnið Samba Gita, en í íslenskri þýðingu merkir það að einhver gefst annarri manneskju aldur og ævi. Og þegar grafið var eftir rótum blómanna á gröfinni, kom í ljós að þær uxu út úr munni elskendana tveggja.
Allir vita að fyrir framan aðra vel þekkta kaþólska kirkju í Manila eru ekki aðeins selt hálsmenn úr þessu sögufræga blómi, heldur líka lyf til að framkalla þungunarrof. Þar eru að verki götusalar, rétt eins og þeir sem selja vöru sína við kirkjuna í Malate. Eins og flestir vita er mikil andstaða gagnvart þungunarrofi innan kaþólsku kirkjunar og slíkt er bannað með lögum á Filippseyjum. Þarna blasir blákaldur raunveruleikinn við og virðist í hróplegri mótsögn við þessa draumkenndu sögu. Já, hér erum við Lorna sem sagt að koma af listasafni í Manila og reyndar voru þetta 2 söfn og ég lagðist í mikla rannsóknarvinnu að finna út hvort þau væru tengd og komst að því að þetta sem sagt þetta voru þjóðarsöfn Filippseyja í Manila. En ég gríp niður það sem við erum að yfirgefa seinna safnið. Þegar við komum út undir skýjaðan himininn, höldum við áfram að hegða okkur eins og alvöru túristar og tökum myndir hvort af öðru á tröppum listasafnsins. Lorna veit ekki til þess að neinir bílar sem fylgi einhverja áætlun stoppi á þessu svæði og engin leigubíl er sjáanlegur. Við erum ánægð og hamingjusöm og einhver óútskýranleg og ósýnileg gleði liggur í menguðu loftinu. Mér líkar vel að þurfa að ganga yfir leitt. Við fáum þá smá göngutúr í staðinn, segi ég við Lornu, og er ekki að reyna að gera gott úr neinu. Lorna veit það og hún brosir til mín og segir, já, við höfum gott af því að hreyfa okkur. Lorna hefur breyst í mig. Þetta er svarið sem ég hefði sjálfur gefið ef það hefði verið mitt að segja eitthvað. Ég sé fyrir mér 2 mosaklædda steina út í náttúrunni. Það er svo mikil kyrrð og friður yfir þeim og á löngum tíma virðist kraftaverk hafa gerst og steinarnir runnið saman í eitt. Ég legg aðra hönd í stutta stund axlir Lornu, án þess samt að búast við því að við rennum saman og verðum eitt. En ef við myndum á hinn bóginn breytast í stein, þá væri það engin nýlunda. Því til eru margir steinar sem voru eitt sinn fólk. Þegar við erum í þann mund að ganga út af dálitlu grasigrónu svæði yfir á hellulaðan stíg í nokkurra mínútna fjarlægð frá listasafninu, kemur ungur drengur á móti okkur og réttir út hönd. Nei, segi ég og hristi höfuðið. Drengurinn gengur framhjá. Á tagalog tíðkast að segja po til að sýna einhverjum fyllstu virðingu. Bróðir Clemens notar þetta mikið, en samt alls ekki of. Ég staðnæmist og fer með höndina í buxnavasann. Lorna stoppar líka og segir eitthvað við mig. Po, kalla ég eftir drengnum og brýni aðeins raustina. Strákurinn snýr sér við og ég geng til hans og legg smápenning í lófa hans. Hann segir ekki neitt og ég geng aftur til Lornu. Ég lít einu sinni við og við höldum áfram alveg ótrufluð eftir þetta. Fátækt fólk gerir það sem þarf til að lifa af. Örbirgð sumra og neyð rekur fólk út á ýmsa brautir. Stundum þegar við tökum leigubíl við hótelið sjá sumir sig knúna
til að hlaupa að bílnum sem kortið á leiðinni til okkar og kalla: leigubíll fyrir þig, vinur, aðeins handa þér, eins og þeir hafi fært mér leigubílinn í eigin persónu. Ég læt aldrei neitt af hendi rakna í svona tilvikum, enda ekki sérlega skynsamlegt. Ég man vel fílipseska konu sem hljóp alveg örvita nokkra metra að leigubíl sem var að nálgast okkur og þóttist síðan hlaupin á honum til okkar. Hún virtist í hálfgerðum geðveikisham og Lorna sagði við mig: við getum alveg náð í leigubíl sjálf. Nú erum við stödd á krossgötum þar sem alvöru umferð. Þarna margt fólk og nánast á sömu sekundu og fer að rigna stoppar jeepni sem við getum tekið við gangstéttina 10 metra í burtu. Ég heyri kallað á bakvið mig: my friend! Ég veit að þetta ætlað mér og finnst þetta fyndið þótt ég líti ekki við. Lorna fór á undan mér upp í trukkinn og hún bíður hlæjandi eftir því að ég setjist við hliðina á henni. Heyrðirðu í honum? Spyr ég Lornu sem heldur áfram að hlæja. Hann tók risastóra sólhlíf og reyndi að spenna hann upp til að skýla þér fyrir regninu. Við erum alveg að deyja. Það var svo fyndið hvernig hann kallaði: my friend, segi ég og jafna mig ekki á þessu, því að náunginn hafði verið að reyna að næla sér í pening hjá mér, rétt eins og fólkið sem þykist redda leigubílunum. Þá ég búinn að fara yfir þessa fyrri hluta lesningarinnar og ef eitthvað sem þið viltu spyrja hvað sem tengt því sem ég var að lesa eða myndirnar, þá að gera. Ég var spennt að heyra meiri lestur í hvað spurningar mínu allavega. Já. Ég langar aðeins til að spyrja hvort að þegar þú ert að skrifa þetta svona, þetta náttúrulega orðið nokkur ár síðan að þetta á sér stað og þú ert auðvitað, þú leyfir skáldsögunni aðeins að ráða í þessu. Finnurðu af því að það þessir stóri menningarmunur á Íslandi og Filippseyjum, þegar þú horfir svona tilbaka, hvort finnst þér að vera meiri eða minni svona þegar þú ert svona að rýna þetta aftur? Það miklu meira þegar ég horfir tilbaka, þegar tíminn liðið á milli, sko. Sérstaklega með götufólk. Ég vil að lýsa í síðustu lesningunni. Þá ég að lýsa götufólki sem hefur þá einhvers konar vandamál sko oft, en ekki alltaf. Stundum bara fátækt og andlega hliðin í lagi og engin fötlun eða neitt. Það bara sár fátækt sem fær fólk til að lenda á götunni, sko. En það sko líka kom mér svo mikið óvart, sko, munurinn á því sem ég lærði í grunnskóla þessi lönd, sko, sem svona langt í burtu frá okkur. Hversu rangar upplýsingar ég fékk þetta sem barn. Þetta stemmir þetta saman, sko. Nei, það eins og myndin af götubörnunum sem hjúra sér saman þegar þú sofa. Myndasýningunni hefur það svona, eina af þessum sterku myndum. Og var í raun og veru miklu myndir á þarna fyrst út af því að 50 strákurinn var ofan á öllum heim. Ég hleyp heim og næði myndavél og við erum komin upp í jeepni og Lorna horfir á mig og veit hvað ég að hugsa. Og ég spyr hann bara hvort þegar ég fara heim og náði myndavélina og taka mynd af þessu. Og hún segir mér að vera fljótur og að hugsa þetta. Bíllinn komin af stað. Ok, segi ég, og við bara förum út. Ég hleyp heim, næði myndavélina, hitti Lorna aftur á horninu og svo tek ég þessar myndir. Og hann fór semst í millitíð, strákurinn, sko, svo 50 og það var mun myndra í raun og veru meðan hann var, sko. Það var gríðarlega svona bara áhrifamikil sjón.
þessar myndir hérna á safninu, þið sáðu þarna nokkuð málverk og hérna styttu, það var á semst báðum söfnunum hérna, og verkfærin og það. Við skoðum þessa muni á söfnunum sem gerist þarna í uppréttinum. Ég ætla að fara í hérna lengstu lesninguna næst. Þetta verður alveg tvöfalt lengra heldur en hinar. Þarna erum við semst við Lorna á leið til Pandacan sem hverfi í Manila og ég var búinn að leita fyrir mér með að stunda bardagalistir í hérna íþróttasölum og lenti í hálfgerð svindli fyrst og núna erum við á leiðinni á stað sem sagt í Pandacan þar sem maðurinn sem hérna við stjórn ber nafnið Maestro og hef ég þá lesturinn. Það litla sem við vitum að æfingasalurinn til húsa í byggingu merktri nafni japanska bílaframleiðandans Mitsubishi. Lorna ræður för og þó að hún viti ekki alveg hvort við eigum að fara til hægri eða vinstri á næstu vegamótum, þá erum við viss að við munum á endanum finna staðinn. Sjáðu bananana, segi ég, þegar við beygjum til vinstri á vegamótunum og göngum fram á nokkra götusala sem hafa lagt soðna maískólfa, banana, hnetur og ávexti á lítil borð við veginn. Hús í mörgum stærðum og af ýmsum gerðum standa sitt hvoru megin við veginn og ofurvenjuleg verslun með framhlið úr gleri þarna rétt hjá. Já, þeir líta vel út, segir Lorna og staðnæmist þar sem bananarnir liggja á gulu borði og götusalinn situr til hliðar á gangstéttinni. Bílar keyra hjá og leggja upp litla brekku sem framundan. Þarna dálítil umferð og mikið gangandi vegfarendur. Þegar þeir eru við það að sprengja hýðið utan af sér, þýðir það að það hafa ekki verið notuð efni til að flýta fyrir þroskanum, segir Lorna. Það sprunga í hýðinu á sumum þessara banana og ávaxtakjötið sést í gegn. Ég hef aldrei séð banana sem líta svona vel út. Kílóið í Robinson líka miklu dýrara, segi ég. Og þetta eru betri bananar, segir Lorna. Þarna læri ég að bestu banana í Manila að fá hjá götusölum og á útimörkuðum en ekki í stórmörkuðum. Hún réttir götusalanum bananana sem hún vill kaupa. Götusalinn leggur þá á litla vikt og bætir einum við til að ná kílóinu og segir 40 pesos. Ég borga honum og við höldum áfram með plastpoka fullan af því sem ég reikna með að séu himneskir ávextir. Sjáðu, við tökum þennan jeepney tilbaka, segir Lorna og bendir á jeepney sem stendur í hliðagötu rétt við veginn sem við göngum eftir. Ég vil taka það fram að jeepney trukkur sem nokkurs konar strætisvagn í Manila og á Filippseyjum. Þegar við erum komin upp brekkuna, blasir við afastórt rautt hús, þar sem stendur Caritas Charity Organization á áberandi skilti yfir dyrum. Þetta staðurinn sem bílstjórinn var að tala segir Lorna áköf. Við erum alveg að verða komin. Við höldum áfram eftir mjórri gangstétt sem hlaðin úr stórum steinsteyptum blokkum. Upp úr henni miðri rís mikill rafmagnsstaur sem hægt að ganga báðum megin við. Nú blasir við 2 hæða svartmálað hús með skilti yfir innganginum sem ástendur Mitsubishi Motors. Þarna stórt bílaplan og tugir mótorhjóla og Vespa standa á því
nokkrir menn sitja til hliðar og ræða málin og fyrir utan svarta glerhurð vinstramegin við innganginn skilti með mynd af bardaga íþróttamanni sem ástendur Javian Campillan, MMA, FMA. MMA stendur að sjálfsögðu fyrir Mixed Martial Arts og FMA fyrir Filipino Martial Arts. Við opnum dyrnar og göngum upp á aðra hæð eftir svartmáluðum þrepum. Á veggjunum eru myndir frá MMA bardögum og af frægum UFC bardagaköppum með sköllóttum manni sem ég kannast ekki við. Ég þekki andlitin á öllum UFC-köppunum en geri mér grein fyrir því að það segir ekkert gæði þjálfunarinnar hvaða myndir eru á veggjum. Þegar upp komið mætir okkur rautt afgreiðsluborð sem nær mér upp að brjósti. Til hliðar í móttökunni eru 2 bekkir sitt hvoru megin við gangveginn. Þar fyrir innan eru lyftingagræjur á marglitum æfingamottum og stórt dekk liggur á gólfinu. Þar sem við stöndum við afgreiðsluborðið gefst okkur tækifæri til að virða fyrir okkur æfingasalinn. Hann lagður bláum þykkum dýnum með nokkrum boxbókum hangandi niður úr loftinu við útvegginn sem úr gleri og með mörgum stórum opnanlegum gluggum. Þarna greinilega gott að opna glugga þegar æft í hitanum og salurinn virðist hæfilega stór. Þarna enginn að æfa núna. Brátt birtist kona á 50-aldri og segir eitthvað á tagalog. Hún frekar þybbin, kringluleit í andliti og lítur mjög venjulega út. Ég tek í hönd hennar. Hún segist heita Ruby. Hún talar við Lornu og lætur hana fá gult blað sem eitthvað stendur á og hverfur á braut. Sjáðu, segir Lorna og sýnir mér blaðið. Þarna hægt að æfa Javian sparkbox, uppgjafaglímu, MMA, hnífabardalist, sjálfsvörn og fleira. Verðið hóflegra en í Fitness First og þetta litla æfingahúsnæði virðist miklu meira alvöru en gímaldið þar. Lágvaxinn, sköllóttur maður birtist með Ruby og réttir mér höndina. Hann kraftalegur og samsvarar sér vel. Þetta maðurinn sem var með bardagaköppunum á myndunum og hann kallaður Maestro. Maestro talar mjög góða ensku. Hann yfirvegaður og rökfastur. Yfir honum ákveðin ró og myndugleiki í framkomu. Ég segist hafa áhuga á Muay Thai og boxi, en Muay Thai tælensk bardagaíþrótt sem oft kölluð íþrótt hinna 8 útlima. Því það líka sparkað og slegið með olnbogum og hnjám. Maestro stingur upp á að kannski vil ég læra Javian, sem filippískt sparkbox. Hann segir að tækni Muay Thai sé kennd í bland við Javian. Við ákveðum að taka 1 mánuð af Javian og verðið fyrir okkur bæði samtals 5.600 pesosar. Til greina kemur að kaupa fullan pakka fyrir mig sem þýddi að ég geti mætt í hvað sem ég vil, hvenær sem ég hef áhuga á. En við ákveðum að taka þetta svona fyrst. Við ætlum að mæta 3 í viku og æfa 2 tíma í senn. Hvað þýðir Javian, spyr ég Maestro. Javian þýðir dansað við dauðan og við Javian Campillan. Þegar ég googla Campillan kemst ég að því að það ákveðin tegund af sverði sem barist var með á Filippseyjum fyrr á tímum. Þannig sverð bar filippseyska bardagahetjan Lapu Lapu þegar hann ásamt stríðsmönnum sínum sigraði Spánverja
og felldi portúgalska landkönnuðinn Magellan í frægum bardaga. Bardaginn betur þekktur í sögunni sem orustan við Mactan og átti sér stað árið 1521. Það sérstaka við Camp Bílandsferð að út úr eineggja blaðinu stendur oddhvass fleinn sem gegndi því hlutverki að vera stungið í afhöggvin höfuð fallinna fjandmanna svo auðveldara væri að taka þau upp. Ég man enn styttuna af Lapu-Lapu sem vakir dag og nótt yfir öllum eyjum Filippseyja í garðinum sem við Lorna heimsóttum fyrir 1 ári. Að síðustu ætla ég að lesa frásögn af því þegar sem sagt, þessi mikla mengun sem í Manila hefur náð til mín, ekki andlega, heldur líkamlega og ég veikist og fæ ég lungun og það reyndar kom fyrir oftar en einu sinni þennan tíma sem ég var í Manila og ég man að ég lýsti því einmitt þannig að koma út úr flugstöðinni í Dubai var eins og að stinga hendi inn í heitan bakarofn út af því að viðbrigðin voru þannig loftkælt og út í steikjandi hita en að koma út úr flugstöðinni í Manila það var eins og að fá ganga inn í mengunarský. Það var svona aðal upplifunin, alveg svakaleg mengun og já, ég ætla bara að hefja lesturinn. Næsta morgun göngum við Lorna léttklædd í blíðviðrinu götur Manila. Afsakið. Ég hef ekki verið allt of góður í hálsinum síðustu daga og líka verið með nefrennsli og hósta. Mér dettur í hug ákveðin punktur sem geti jafnvel talist staðreynd og segi við Lornu. Ef ég hefði ekki hætt að reykja fyrir 11 árum, þá myndi ég kannski þola mengunina í Manila betur. Lorna alveg með á nótunum og fyrst hún þekkir aðstæður á Íslandi af eigin raun, segir hún, og það ekki heldur svona mengun á Íslandi. Lungu þín eru óvön þessu loftslagi. Daginn eftir ég lagstur í rúmið með sömu einkenni en verri hósta og verulega slappur. Ég ekkert sérlega upplýststjálfur. Lorna gerir allt til að mér líði sem best og liggur á netinu til að reyna að finna út hvað sé að mér. Kvöldið fer ég fram úr og Lorna lætur mig fá soðið vatn með miklu salti og segir mér að drekka. Þetta ekkert að fara að lækna mig. Hvar grófstu þetta ráð eiginlega upp? Spyr ég, því bragðið af saltvatninu alveg hryllilegt. Þú verður að drekka þetta, segir Lorna. Saltið gott fyrir líkamann og soðna vatnið laust við gerla. Elskan, ég get ekki drukkið þetta, malda ég móin. Drekktu, þá líður þið betur á eftir, skipar Lorna. Ég reyni aðeins lengur að komast undan að drekka saltvatnið, en örlög mín eru þegar ráðin og ég á mér enga undankomuleið frá þessu lítt heillandi læknisráði. Ég drekk úr fullri könnunni, en Lorna hefur blandað þessa ólifjan í uppáhalds kaffikönnu minni. Síðan gef ég frá mér duglegt ógeðs hljóð og þar með ég komin aftur í rúmið. Daginn eftir mér ekkert að batna. Ég rúmfastur, en sem betur fer í ástandi til að lesa yfir ljóðahandritið og hina bókina, því annars væri þetta ekkert nema leiðindin. Þegar Lorna fer út í búð, gerist skrítin atburður. Þar sem ég ligg í rúminu að lesa yfir ljóðin mín í rólegheitum, heyrast allt í einu mikli skruðningar í loftinu fyrir ofan. Það eins og 1000 klær klóri í viðarplötuna.
Mikill umgangur fylgir hljóðinu og mér dettur helst í hug að allar rottur Manila séu á ferðinni milli loftsins og gólfs íbúðarinnar fyrir ofan. Þegar Lorna kemur heim segi ég henni frá þessu og hún finnur enga skýringu á þessu frekar en ég. Hún hallast að því að tilgáta mín rotturnar sé rétt. Nú Lorna aftur komin í saltvatnið. Hún segir mér að koma að eldhúsvaskinum því ég þurfi að prófa þessa aðferð. Nei, ég drekk þetta helvíti ekki aftur, þverneita ég. Þetta allt í lagi, segir Lorna. Þú þarft ekki að drekka það, bara skóla munnin. Nú kviknaði einhver ljós hjá mér. Já, það? Þarf ég ekki að drekka þetta? Hvers vegna ekki? Já, segir Lorna vandræðalega og svarar í raun engu. Ég tek ekki þátt í þessu nema þú viðurkennir að þú hafi rangt fyrir þér, segi ég. Ókei, segir Lorna, það var óþarfi að drekka saltvatnið. Það nóg að skóla munnin. Ég vissi það. Fyrst ég elska þig svo mikið skal ég gera þetta, segi ég og tek góðan sopa af saltvatninu og leyfi því að velkjast vel í munninum áður en ég spýti því í vaskinn. Ég lít sigri hrósandi á Lornu og rétti henni könnuna. Nei, þú þarft að gera þetta aftur, segir Lorna. En ástin mín, einu sinni alveg nóg, segi ég. Þú verður að gera þetta tvisvar í viðbót svo það virki, segir Lorna ákveðin. Á endanum ger ég þetta tvisvar í viðbót og leggst síðan aftur í rúmið. Takk fyrir. Nei, ég fór bara til læknis og hún hlustaði mig og fann út að ég var með sýkingu í öndunarvegi. Upper respiratory, sagði hún. Man ennþá hvernig hún orðaði þetta á ensku. Og gaf mér 3 sýklalyf og ég át þau og allt í lagi. En saltupplösning, var það eitthvað sem Lorna googlaði eða er þetta tækna fylgist? Það var eitthvað sem hún fann það einhvers staðar á netinu. Já. En ég segi frá því í bókinu sko að hún fer stundum svona að búa til svona læknisráð þegar hún finnur ekkert sko hvað á að gera. Og svo spyr ég hana að því sem sagt hver hafi átt upptökin á þessum hvað ég að segja, groundbreaking aðferð í læknisfræði. Og þá segir hún bara alltaf ég. Og þá förum við alltaf að hlæja. Og finnst þetta bara mjög skemmtilegt. Og hún ekkert feimin að játa það, hún hafi fundið upp á þessu sjálf. Og þetta virkaði ekki þá? Það virkaði ekki. Það er þetta að vera að skóla nefið upp úr saltvatni til þess að losna af einhver nefn.